Komið þið sæl og velkomin í forystusætið. Viðreisn nýr frjálslyndur stjórnmálaflokkur á Íslandi þegar spurt hvað Viðreisn sé á heimasíðu flokksins. Viðreisn vill réttlátt samfélag, stöðugt efnahagslíf, fjölbreytt atvinnulíf og vestræna samvinnu, svo aðeins nokkur atriði séu nefnd. En fyrir hvað stendur flokkurinn í raun? Formaður í þessum nýja flokki var kosinn Benedikt Jóhannesson, en hann hefur árabil fylgst með stjórnmálum á hliðarlínunni og þá oftast tengdur við Sjálfstæðisflokkinn. Við ætlum að ræða við Benedikt og reyna að komast að því hvað skilji Viðreisn frá öðrum hægri flokkum á miðjunni. Velkomin í forystusætið, Benedikt. Takk fyrir það. Í stuttu máli sagt þá verðum við að byrja á því að spyrja þig að því hvað það sem greinir að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkinn? Það sem Viðreisn fyrst og fremst frjálslyndur flokkur og menn hafa tekið því að það var ákveðin eyða í íslenskri pólitík, það var tómarúm sem engin flokkur fyllt upp í. Og þú spyr sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn sem eðlilegt að því margir hafa verið að velta þessu fyrir sér. Það nú nokkur meginatriði sem við getum nefnt þar. Viðreisn til dæmis leggur áherslu á það að tengja krónuna við erlenda gjaldmiðil með fastgengistefnu, svo nefnt myntráð. Sjálfstæðisflokkurinn vill halda íslensku krónuna. Viðreisn vill taka upp sanngjarnt markaðstengt afgjald í sjávarútvegi, meðan Sjálfstæðisflokkurinn vill halda í kerfi þar sem að pólitíkus og embættismenn ákveða lágt gjald fyrir sjávarútveginn. Sjálfstæðisflokkurinn var að ganga frá 10 ára samningi við búvörusamningi og Viðreisn algjörlega á móti því að vera að festa þetta úrelta kerfi í sessi í langan tíma og þannig erum við að tala samning þar sem að skiptir okkur öll máli. Þannig að það þessi mikli efnislegi munur á okkur. Það þessi mikli efnislegi munur á okkur. Mikill efnislegu munur, já, vissulega og það snýst pólitík, það málefni. En það margir kjósendur núna svona talað að stór hópur kjósendur sé þessi munaðarlausa miðja og margir þeirra getur hugsað sér að kjósa ykkur. En það margir sem óttast að eftir kosningar þá muni þið fallast í faðma við Sjálfstæðisflokkinn og sem kemur kannski einhverjum ekki á óvart. Hverju svarar þessu? Þarna kemur fram þessi miklu munur og við erum ekki að fara í þetta til þess að ná í ráðherrastóla. Ég hef nóg að gera og þarf ekki að vera skipta starf til þess að fara í einhvern ráðherrastól. Það sem ég að gera, ég vil koma ákveðnum málefnum fram. Það það sem skiptir mestu máli og þar verðum við að leita málefnagrundvelli með þeim flokkum sem vilja vinna með okkur. Eins og ég rakti áðan, þá þarna í þessum grundvallaratriðum mikill munur á okkur og Sjálfstæðisflokknum. En við getum bætt einu við tókum upp eitt málefni Sjálfstæðisflokksins. Það að segja atkvæðagreiðslu það hvort við eigum að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið. Þetta var eitt helsta loforð Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu kosningar. En hvernig fór það? Þetta loforð var algerlega svikið og það var meira heldur en svikið að það var dregið tilbaka umsóknin með einhverju bréfi. Þannig að þarna var algjörlega umsarvilji. Já, við ætlum að fara betur yfir þetta núna aðeins síðan, en af því að þú minnist á þetta, þið nú að bjóða fram til Alþingis, þið viljið komast til valda vissulega. Já, tilboð Pírata frá því í gær, við ætlum að ræða mögulegt stjórnarsamstarf síðar í þessum þætti, en tilboð Pírata frá því í gær, hugnast þér það og ykkur í Viðreisn? Mér finnst þetta að vera mjög áhugaverð nýjung sem þeir varpa þarna fram og ég held að það sé engin vafa á því að það skiptir mjög miklu máli að menn ræði málefnin innbyrðis. Við eigum að opna á umræðu milli flokka en það sem skiptir mestu máli fyrir kjósendur það að málefnastaðan sé skýr, menn viti fyrir hver flokkurinn sig stendur og núna erum við akkúrat að eiga viðræðurnar við kjósendur og það ætlum við að eiga fram að kjördegi. Þannig þið ætlum ekki að ganga... Strax, við erum alveg til í að halda áfram að tala við aðra flokka en það sem skiptir mestu máli bæði fyrir aðra flokka og kjósendur að vita hvaða mál það sem við leggjum áherslur á. En nú fólk í forystunni eins og Þorgerður Katrín, Þorsteinn Víglundsson, fólk sem hefur varið kerfið sem
núna talar kerfisbreytingar. Þetta trúverðugt? Ég ekki alveg viss að þau hafi mitt varið kerfi. Ég hugsa að Þorgerður hafi nú kannski verið svolítið... Hún varði nú bankakerfið hérna fyrir hrun. Já, hún hefur reyndar gert mjög vel upp við sínumæli það og hefur í raun og veru beðist afsökunar á því. Hún dró sig tilbaka úr pólitíkinni og hefur talað það að hún hafi í raun og veru farið í eins konar endurmenntun og ég efast að sé nokkur íslenskur pólitíkur sem hefur gert það með jafn skýrum hætti eins og akkurat hún en þú nú væntanlega vísir í það að Þorsteinn var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og ef við hugsum það að þá atvinnulífið svo sannarlega ekki sérhagsmunir. Fólk sem með reynslu úr atvinnulífinu, það sér best kannski af öllum þörfina, eða minnst að kosti jafnvel eins og margir aðrir, þörfina á því að gera breytingar að sé ekki ákveðnar atvinnugreinar sem eru með sérhagsmuni, það sem að einum gert hærra undir höfði heldur en öðrum. En við ætlum einmitt að eyða tímanum hér í að ræða málefnin og stefnu ykkar. Við ætlum að byrja á efnahagsmálunum. Já, þið viljið tryggja stöðuleika og almannahagsmuni og ganga framar sérhagsmunum. Þetta hljómar vel og er svona frekar almennt orðalag. Hvað eigið þið nákvæmlega við? Já, við getum sagt það til dæmis að ef við tökum nú sjávarútveginn, ef ég má byrja á því, að þar erum við með kvótakerfið sem hefur reynst mjög vel. Við erum með góða nýtingu á íslenskum fiskistofnum, allt í einu eru fyrirtækin sem áður voru að berjast í bökkum, eru núna orðin arðbær. En vegna þess að það takmarkaður aðgangur að auðlindinni, að þá þetta mikil verðmæti sem menn fá með því að fá aðgang að miðunum. Það sem hefur gerst á yfirstandandi kjörtímabili það að menn hafa lækkað auðlindagjald í sjávarútvegi mjög mikið og það ekki markaðstengt. Við viljum taka upp markaðstengt kerfi þar sem á hverju ári fari ákveðin hluti veiðiheimildanna á markað, við höfum nefnt 3–8% og arðinum sem af þessu fengist yrði varið til uppbyggingu innviða víða landið. Var þetta samhliða þá veiðigjaldi eða auðlinda? Nei, þetta kemur í staðinn fyrir auðlindagjaldi. Það yrði í raun og veru gjald sem væri markaðstengt sem þýðir það að þegar það gengur vel í sjávarútveginum að þá myndu menn bjóða hátt og öll þjóðin myndi njóta góðs af því. Ef það gengi illa þá gæti menn ekki boðið jafn hátt, þannig að þá þjóðin að taka þátt í því með atvinnugreininni og ég held að sé mjög mikilvægt að þetta skapi sátt meðal þjóðarinnar. Og við ætlum að komast aðeins betur að því síðar en við viljum spyrja það því sem að þið hafa verið að flagga mikið í þessari kosningabaráttu en þið viljið að tekið verið upp myntráð í stað núverandi peningastefnu hliðstætt því sem tíðkast í fjölmörgum smærri ríkjum. Hvað eigið þið nákvæmlega við? Já, þetta nú kannski auðveldara að skýra þetta sem fastgengi stefna. Það að segja þá yrði gengi, ef við bindum okkur til dæmis við evru sem kannski líklegast, þá yrði gengi evrunar alltaf bara sett fast, segjum 130 krónur bara til að taka nýlegt gengi og það myndi hreyfast mjög lítið þar í kring. Hvaða áhrif hefur þetta? Þetta þýðir það í fyrsta lagi að verðlag verður miklu stöðugra, innflutningsverðlag verður stöðugra heldur en áður, en það sem skiptir heimilin og fyrirtækin miklu máli það að vextir munu smám saman og tiltölulega hratt reyndar laga sig að vöxtum á því svæði þar sem við erum til þess evruvöxtum. En hvernig getið þið komist að þeirri niðurstöðu? Já, það bara reynsla. Við erum búin að sjá þetta gerast í Eystrasaltslöndunum, við erum búin að sjá þetta gerast í Slóvakíu og besta dæmi nú kannski Danmörk sem búin að binda sinn gjaldmiðil við evruna bara frá upphafi og þar eru vextir, þeir eru vel að merkja aðeins hærri yfirleitt heldur en á evrusvæðinu en mjög lítill munur þó svo að danska krónan sé tiltölulega lítill gjaldmiðil, hún í raun og veru bara skuggi af evrunni og þetta getur skipt heimilin kannski mestu máli af öllu vegna þess að vaxtakostnaður myndi lækka mikið, kannski 20.000 og með þessu yrði verðtryggingin óþörf. En þið talið eiginlega eins og þið ætlið bara að leysa þennan stóra vanda með einu pennastriki. Seðlabankinn hefur nefnt það með því að taka upp myntráð þá séum við að gefa frá okkur að miklu leyti efnahagsstjórnina. Við erum að gefa frá okkur möguleikan á því að fella gengið og það í raun og veru gengisfelling yfirleitt viðurkenning á því að efnahagsstjórnin hafi mistekist. En peningastjórnin... Þannig að við verðum að, peningastefnan, þá aðalhlutverk Seðlabankans verður að halda genginu stöðugu, þetta breytist. En við erum að gefa frá okkur mikilvægt hagstjórnartæki með því að taka... Já, en þetta mikilvægt hagstjórnartæki nefnilega fyrir pólitíkusar, mjög gott að þú kemur inn á þetta, vegna þess að pólitíkusar,
þeir vilja geta falið sín hagstjórnarmistök með því að fella gengi krónur og þetta gerist þá aftur og aftur. Hvað gerir það? Það færir peninga frá öllum almenningi til fyrirtækjana. Þetta svona öfugt róa hattarlíkan. Það að segja færir peninga frá þeim fátæku til þeirra ríku. Það ekki sanngjarnt. Nei, en við erum þá líka óvarin náttúrulega fyrir gengisveiflum og breytingum erlendis. Voða lítið sem við getum gert. Já, þetta gerist í öllum stærri hagkerfum. Það að segja, þetta kallar á mikinn aga í ríkisfjármálum og það fleiri flokkar verið að komast inn á það, þannig ég held við eigum góða möguleika þar. Það kallar líka á aga í samningamálum á markaði og það einmitt það sem aðalega vinnumarkaðins hafa verið að vinna undanfarið. Þannig ég held að við höfum alveg einstakt tækifæri núna til þess að koma þessum breytingum í gegn og þetta myndi hafa mjög mikið að segja fyrir allan almenning vegna þess að vaxtakostnaðurinn lækkar. En rétt áður við förum yfir í næsta málaflokk, þið óttist ekkert óstöðuleikann sem gæti myndast ef þessi aðferð er tekin upp? Nei, þetta einmitt aðferð til stöðuleika og við höfum haft þetta á Íslandi, það var ekki búin að gleyma því, en á árunum milli 1990 og fastað árunum 2000 að þá var gengi krónunnar haldið föstu og var tiltölulega stöðugt. Verðlag var stöðugt á þessum tíma, verðbólgan var lítil. Þannig að við vitum alveg að þetta er hægt. Af hverju klikkaði það þá? Vegna þess að við áttum ekki nægilega mikla gjaldeyrisvarasjóði og við kannski gáumst upp á því að kauphækkanir verða að vera þá jafnar og þéttar. En nú eigum við gjaldeyrisvarasjóð upp á 700 milljarða króna, ótrúlega stóran sjóð og menn hefur bara hlegið að einhverjum sem haldið að við myndum nokkru sinni eiga sjóð þessu tagi. Fyrir hrun þá vorum við 1 til 200 milljarða. En þetta ekki dýrt úrræði? Já, það ekki dýrara heldur en það akkurat núna. Við eigum þessa peninga núna. Það hafa breyst aðstæður töluvert mikið með þessum aukna ferðamannastraumi. Þannig að núna erum við allt í einu komin í þá aðstöðu að það kemur meiri erlendur gjaldeyrir inn heldur en fer út og það eiginlega einstakt fyrir Ísland. Og þá ætlum við aftur að skipta kúrs og tala auðlindirnar sem þú minntist á hérna í byrjun, en þið talið að náttúruauðlindir séu sameign þjóðarinnar og þið viljið taka upp þetta markaðstengda auðlindagjald í sjávarútvegi eins og þú lýstir því áðan. Já. Hafið þið reiknað það út hvað þetta geti gefið miklu meira í ríkissjóð miðað við það kannski í svona venjulegu árferði? Það svolítið erfitt auðvitað að reikna það út vegna þess að þetta á að vera markaðstengt og markaðsaðstæður verða ekki alltaf eins. En núna hafa menn reiknað það út að heildarverðmæti kvótans gæti verið eitthvað á bilinu 700 til 1000 milljarðar og ef við tökum bara lágatölu, tökum bara 3%, 3% af 700 milljörðum, það var rétt rúmlega 20 milljarðar króna sem samanborið 5 milljarðar. Þjóðin fengi þá í sinn hlut, já ég held að séu meira sér nær 4 milljörðum eins og að stefnir í ár. En er það ekki? Og gengur þetta þá ekki of nálægt greininni? Nei, greinin núna undanförnu búin að vera að greiða eigendum á óskaplega háan arð og þetta myndi auðvitað verða til þess að arðinum skipt jafnar milli eigenda og þjóðarinnar og það bara sanngjarnt. Það ekkert vont fyrir mig ef ég að leigja ykkur til dæmis hús að þá reyni ég auðvitað að fá markaðslegu fyrir húsið mitt en það gott fyrir mig að þið græðið sem mest á því að vera í húsinu, þá getið þið borgað. Þið eru svolítið uppteknir tekin af því að þessari markaðslegu og láta markaðinn svolítið ráða. Hvar á það við og hvar ekki? Já, það á mjög víða við að láta markaðinn ráða. Það hræðir fólk. Vegna þess að það svo vont það sem við erum með kerfi, til dæmis í sjávarútveginum, til dæmis í landbúnaðinum, það sem að eru alls konar verðlagsráð. Það einhverjir menn að koma saman og ákveða, þetta verðið. Þetta tíðkaðist til dæmis í Sovétríkjunum á sínum tíma og margir búnir að gleyma því náttúrulega, en það var til þess að það varð óhagræði í öllu kerfinu og þessu viljum við breyta. Leið og markaðurinn færi ráða, þá hækkar verðið þegar mikil eftirspurn, lækkar ef hún lítil. Þannig að við ætlum að koma að næsta efni og því það svona frelsisblær af því sem þið talið og þið viljið minni ríkisafskipti. Þá erum við komin að ferðaþjónustunni, það að segja hvernig ríkið mættir þessu stóra verkefni sem framöndan, það að segja fjölgun ferðamanna. Sáu þið fyrir ykkur komugjöld, bílastæðagjöld, gistináttaskattur sé hækkaður, hver ykkar lausnir? Við viljum sem víðast hafa einföld kerfi og það hefur verið bent á það af forráðamönnum ferðaþjónustunnar að auðvitað höfum við af þessu miklar tekjur, ríkið hefur heilmiklar tekjur af þessu, fyrir utan alla á einstaklingar sem hafa tekjur af ferðamönnum. En við viljum vera með einfalda kerfi. En ekki nóg til þess að byggja upp samgöngukerfið og svo framvegis. Nei, og þetta gæti menn ákveðið að verja peningunum þannig. En við viljum vera með kerfi þar sem að á ferðamannastöðum bílastæðagjald.
bílastæðagjald eiginlega það einfaldasta sem hægt að hugsa sér vegna þess að þá bara borga menn og þess erum við vön hérna alls staðar á höfuðborgarsvæðinu. Maður fer ekki til rakara eða tannlæknis án þess að borga 300-500 kall í bílastæðagjöld og finnst öllum alveg sjálfsagt og þetta á okkur að finnast alveg sjálfsagt. En komugjöldin? Nei, mér líst ekki á það. Ég held að það öll gjöld sem að flækja kerfið þau eru slæm. Við horfa á einfaldleikan. Fyrir við þá sennilega ekki hugnast náttúrupassin? Nei, okkur fannst það ekki mjög spennandi. Nei. Og engum kannski. Koma aðeins inn á hérna búvörusamningana. Hvernig leist þér á hann? Búvörusamningi sem var samþykktur á Alþingi núna? Já, þetta var nú kannski svona einstak dæmi það hvernig flokkarnir gömlu bregðast við þegar kemur tækifæri til kerfisbreytingar í kerfi sem er búið að halda niður njörvuð í mjög langan tíma. Við erum til dæmis með þar stór fyrirtæki sem ekki fara að samkeppnislögum. Það verið að banna fólki að borða ákveðin mat vegna þess að innflutningur hvað samkeppnislögum náttúrulega. Já, það er það sama. Það er ekki alveg það sama. Hérna skal ég segja og við sjáum formann bændasamtakana vera að tala það, já við getum leyft að geitaostur sé fluttur inn. Af hverju þurfum við að vera að spurja formann bændasamtakana það hvað fólk á að borða í þessu landi? Þetta hugsunarháttur sem bara ekki boðlegur árið 2016. En þegar að samningurinn síðan borin undir Alþingi, hvað það þá? Það eru 7 þingmenn af 63 sem að segja nei. Það voru ekki nema 18 eða 19 sem sögðu já. Og hinnir, þeir voru bara hér og þar, einhverjir sátu hjá vegna þess að þeir sögðust vera á móti, aðrir sátu hjá vegna þess að þeir sögðust vera með og svo voru einhverjir bara sem voru á kaffistofunni Fjölmargir voru fjarverandi, voru 19 sem sögðu já. Já, ég segi það. Þetta var ótrúlegt í svona máli og þetta var mál sem að 60% þjóðarinnar búin að lýsa sig andvíg því að halda þessu kerfi við. Þið hefðu allavega ekki stutt þennan búvörusamning. Við hefum bara sagt nei við honum, en við hefum líka unnið þetta allt öðruvísi. Við hefum unnið þetta þannig að á tímanum að þá hefðu neytendur fengið að koma að þessu líka vegna þess að það er ekki hægt að horfa á það að þetta eigi bara að vera samningur frá bændum í bændasamtökunum til bænda í atvinnuvegaráðuneytinu og þar séum við að semja sín á milli. Það gengur auðvitað ekki upp. En viljið þið og þarna að yfirgnæfandi meirihluti þingmanna láti það yfir sig ganga, það er algjörlega óviðunandi fyrir þjóðina. En viljið þið í Viðreisn ekki ríkisstyrkja landbúnaðinn? Jú, við höfum sagt það væri þá miklu eðlilegra að vera með beingreiðslur til bænda, þannig að ríkið sé ekki að segja við ætlum að borga ykkur ef að þið eru með þessa framleiðslu eða hinna framleiðsluna. En við skulum ekki gleyma því að núna erum við með niðurgreiðslu til dæmis til útflutnings, við erum að niðurgreiða kjöt til Norðmanna. Hvers vegna erum við að gera það? Er það einhver hagsmunir Íslendinga að Norðmenn fá ódýrt íslenskt lambakjöt? Nei, þarna aftur eigum að gera landbúnaðinn að alvöru atvinnugrein, en við eigum ekki að gleyma því að það eru mikil tækifæri í landbúnaðinum sem að haldið járngrip með því að vera með samninga af þessu tagi. Þú komst aðeins inn á það áðan varðandi þessi sviknu kosningaloforðum að kjósa framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og það eru margir í Viðreisn mjög ósáttir með þetta og kannski ástæðan fyrir að þessi flokkur var til að miklu leyti. Þið viljið að það verið kosið framhald viðræðna. Hvenær sérðu fyrir þér að ráðast í slíka þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu? Strax? Ég held að sé ekki bara þeir sem eru í Viðreisn, heldur held ég að sé almennt á skoðanakönnun gerði rétt eftir að menn svikuð þetta loforð og 82% þjóðarinnar lýstu yfir andstöðu sinni við það. Við erum ekki alveg konum upp í 82% ennþá. Hvenær viljið þið kjósa þetta? Sko, ég held að við þurfum að gefa okkur smá tíma í þetta vegna þess að núna verður kosið 29. október til Alþingis, svo verða menn að mynda ríkisstjórn, en ég sé það fyrir mér að menn er reyna að ganga í það svona innan árs að greiða atkvæði framhaldið og ég held ekki mjög mikilvægt að þjóðin standa bak við þessa ákvörðun. Ef hún segir já að þá er menn að einhenda sér í það og fá alla hagsmunaaðili í lið með sér, ég held að það gefi líka miklu styrkari bakland fyrir þá sem eru að fara í þessa samningaviðræður heldur en menn gerðu á sínum tíma þegar þetta var samþykkt á Alþingi með tiltölulega naumum meirihluta og margir þingmenn voru kannski samþykkt þetta sér þvert hug.
Þú sagðir í aðildarviðræðum, ekki aðildarviðræðunum, heldur í leiðtogaumræðunum í lok september að þú væri fylgjandi aðild Íslands að Evrópusambandinu. Er það skynsamlegt einmitt nú þegar einn helsti talsmaður sambandsins hér á landi, Jón Baldvin Hannibalsson, lýsir því við brennandi hús? Sko, Jón Baldvin Hannibalsson nú ágætur maður en hann nú ekki alveitur. Sko, nei, hann svo helsti baráttumaður. Hann með fróðlegar myndlíkingar, en það hins vegar ekki rétt hjá honum að það sé þannig að það í mjög mörgum Evrópulöndum ánægja með Evrópusambandið hefur farið vaxandi að undanförnu. Það vissulega rétt að Bretar hafa verið óánægðir þarna og meirihluti þeirra greiddi atkvæði með því að ganga úr Evrópusambandinu. Meirihluti? Já, en engan séu meirihluti. Og það fróðlegt að sjá hvað gerðist þar. Pundið hrapaði í verði og hefur ekki hækkað aftur. Þetta þýðir það lífskjör versna þarna, menn hafa minni trú á framtíð Bretlands og það hefði gefið okkur svona ákveðna hugmynd það hvernig menn líta á úrsögn úr Evrópusambandinu og eiginlega vita ekki alveg sitt rjúkandi ráð. Það var bara í gær, þá var nú verið að segja frá því að Boris Johnson sem nú utanríkisráðherra núna, hann var búinn að semja 2 ræður, annars vegar með og hins vegar móti. Þetta verður nú ekki gengið lengra svona í lýðskruminu heldur en að bara draga upp úr hatti hvort betra fyrir mig, pólitískt. Bara svo við fáum þetta alveg á hreint, þjóðaratkvæðagreiðsla innan árs það hvort það halda áfram viðræðunum sem að Alþingi samþykkti ráðast í 2009. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt og ég held að það hafi verið mjög gott ef við hefum gert það strax árið 2009. Hvernig myndi Viðreisn beita sér í aðdraganda slíkra? Ég myndi hvetja fólk til þess að halda opnum þessu möguleika. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé aldrei verra að hafa fleiri möguleika að opna vegna þess að ef við komum síðan með samning heim aftur sem að menn verður að reyna að hafa eins góðan eins og mögulegt að þá á þjóðin alltaf möguleika á því að samþykkja hann eða hafna honum. Framsóknarmenn þeir hafa sagt að þeir vilja að Landspítalinn rísi annar staðar en við Hringbraut og það verður núna hafist handa við að leita að nýjum stað. Hvaða skoðun hafið þið í Viðreisn? Já, við erum þeirra skoðunar að það sé bráðnauðsynlegt að ljúka Landspítalanum og við viljum ljúka honum árið 2022, þar sé við ætlum að gefa okkur 6 ár til þess að ljúka honum og það verður ekki gert öðruvísi heldur en hafa þarna við Hringbraut. Það ekkert hægt að vera endalaust að drepa málum á dreif. Þetta svona svolítið íslensk umræðu hefð að það megi aldrei að klára málin. Við viljum bara klára málin. Við erum allstaðar reynum að vera með nýjar hugmyndir. Við sjáum fyrir okkur að þurfum breytingar og við erum með lausnir. Klára. En það svona fer að líða að lokum hjá okkur, við verðum alltaf að spyrja þig svona það sem brennur kannski flestum. Með hverjum viljið þið helst vinna eftir kosningar? Og svaraðu nú. Já, við viljum vinna með þeim sem að vilja koma þessum frjálslyndu breytingum fram. Við leggjum megin áherslu á þessi atriði sem ég nefndi hérna áðan, það að segja lækkun vaxta og stöðugt gengi í gegnum myntráð, breytinguna í landbúnaðinum og sjávarútveginum sem allt skiptir miklu máli, en við leggjum líka miklu áherslu á það að menn hætti fordómum gagnvart öldruðum. Nú það þannig að í þjóðfélaginu þá bara sagt ef þú ert 65 eða 67 eða 70 ára með aðeins mismunandi eftir stöðum, þá ertu bara sendur heim og ferð ekki að vinna og ekki spurðu hvernig hvernig þín heilsa ástand, þú verður bara sendur heim. Og við höfum líka sagt og leggjum miklu áherslu á það, hættum að borga misjöfn laun eftir kynjum og þar viljum við taka upp þessa jafnlaunavottun. En kannski eftir þú komið svolítið frá þessum síðasta parti? Nei, þeir sem að vilja vinna þessu með okkur, við viljum vinna með þeim í ríkisstjórn. En að hverjum hallist þið helst núna? Við viljum, það eiginlega enginn sem hefur tekið undir þetta með svona eindregnum hætti, þannig að við verðum kannski að uppfræða bæði þá og þjóðina, en það eru einstaka flokkar sem að eru með líkar áherslur og við verðum auðvitað að horfa á það. Það hins vegar alveg rétt að benda á það að þeir sem eru með ólíkastar áherslur, það hafa verið núverandi stjórnarflokkar, það sé að Framsóknarflokkarnir 2, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. En kannski spyrja þessum í loki sem við töluðum hérna í byrjun, hvað finnst þér umræðunum að þeir séu varadekk, segja Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og munið svo bara falla í þeirra þá? Já, við það ef menn hafa hlustað á það sem ég hef sagt fram að þessu, þá ættu menn að átta sig á því að það eru málefnin sem ráða hjá okkur. Við höfum enga sérstaka ást á einstökum flokkum. Við erum þannig, ég held við séum alveg einstakri aðstöðu til þess að gera breytingar í samfélaginu. Við sjáum það að við getum séð fram á einhverja nýja framtíð fyrir Ísland, þar sem Ísland verður betra og við ætlum ekki að vera á seinna á það stefnumót.
Takk fyrir þetta, Benedikt. Takk fyrir komuna, Benedikt. Takk fyrir. Já, þá þessu lokið hjá okkur í kvöld. Það Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna sem næst í forystusætið og verður sá þáttur sendur út á sama tíma annað kvöld. En áður en sá þáttur hefst minnum við á fyrri málefnaþáttin af 2 í þessari viku og að þessu sinni málefnið Ísland og umheimurinn og hefst þátturinn að loknum fréttum, íþróttum og veðri annað kvöld. En við segjum þetta gott í bili. Verið þið sæl.